Einar, ykkur er spáð þriðja sæti í þessari spá, hvernig líst þér á það? Já, bara ágætlega sko. Hún gefur nú svo sem ekki mikið en alltaf svo sem gaman að þessu spá, menn já, ég held ekki alveg sagt það, við stefnum á það að vera í efri hlutanum og topp 4 er eitthvað sem við horfum til og þetta verður bara þéttur pakki, mörg öflug lið og sér það Haukar og ÍR sem voru í 1 og 2 í fyrra vera að spá þeim 7 og 8 núna og það verður held ég bara mjög spennandi mót. Ykkar lið, mikla breytingar en Njarðvíkur hjartað er orðið ansi stórt. Já, tekur undir það með þér. Það er töluverðar breytingar og svona fyrir utan Ragnar Helga sem hefur tekið sér frí að sinni. Þá náttúrulega voru þeir sem hörfu á braut aðkomumenn. Móti komu inn heimastrákar og svo 2 Króatar. Þannig að já, ég er sammála því. Þetta er bara þéttur kjarni heimamanna og ég er bara mjög ánægður með hópinn. Breiður hópur og breiðu aldurspili. Þetta eru strákar frá 17 og upp í 37 að vera 8 og allt þar á milli. Þannig að við erum bara ánægðir með hópinn og teljum okkur vera að færa í flestan sjó sko. Síðustu 2 árin Njarðvík hafa verið svona ákveðin vonbrigði þó það hafi klárlega verið aðeins betra í fyrra. Finnur fyrir einhverju pressu að gera vel í vetur? Nei, ég vil ekki kalla það pressu. Það eru alltaf væntingar í Njarðvík og ég er að þjálfa þarna meistaraflokk í 3. skipti og átti svo sem ekki von á öðru þegar ég settist við með forráðamönnum en að menn væru að horfa til þess að gera betur heldur en á síðustu 2 árum eins og segir og nei, ég get ekki talað um að ég finni fyrir ykkur pressu, það er eftirvænting og það er vissulega væntingar og það er bara, fólk er held ég bara á sömu blaðsíðu og við hópurinn með það að vilja stefna hátt og gera vel í vetur og þetta er langt mót og þéttur pakki þannig að það er ekkert að fara að skýrast í október, það eru bara framundan töff vikur og bara stórt mót og við veitum líka sem er að deildakeppnin er 1 kapítuli og úrslitakeppnin annar og fyrsta skrefi hjá öllum hlýtur að vilja vera með þeirra liða sem er í úrslitakeppni og ég meina það er þannig að þó að við segjum við viljum vera í topp 4 að þá veitum við líka sem er að það eru ég sé ekki Þór Þorláksson í 10. sæti sko, bara alls ekki sko, sem dæmi þannig að það er bara mjög erfitt að segja til að hvaða lið er ekki að fara að meika úrslitakeppni og já, það verður spenna en pressa ekki þannig, bara eftirvænting og sjálfsögðu bara skýr stefna hjá öllu sem koma að þessu að vilja gera mjög vel í vetur. Glæsilegt.